Forsætisráðherra Kína þakkaði Íslendingum hlýjar móttökur á fundi með íslenskum ráðamönnum í dag. 100 manna sendinefnd fylgir forsætisráðherranum og hefur öryggisgæsla í kringum heimsókn hans verið gríðarleg. Jóhanna Margrét Gísladóttir hefur fylgst með atburðum dagsins. Kínverski forsætisráðherrann lenti hér á Keflavíkurflugvelli rétt fyrir hádegi í dag og hóf þar formlega opinbera heimsókn sína til Íslands. Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra tók á móti Wen Jiabao ásamt Fríðu föruneyti. 100 manns eru í fylgdarliði Wen, háttsettir kínverskir embættismenn, ráðherrar og 20 kínverskir blaðamenn. Lúðrasveit lék þjóðsöngva Íslands og Kína og stúlka í íslenskum þjóðbúningi afhenti ráðherranum blóm. Að athöfninni lokinni veifaði Wen til fjölmiðla áður en honum var ekið á brott. Öryggisgæsla vegna heimsóknarinnar hefur verið gríðarleg og var Hverfisgötu lokað síðdegis í dag þegar ráðherrann átti fund í Þjóðmenningarhúsinu með íslenskum ráðamönnum. Jóhanna Sigurðardóttir bauð Wen og sendinefnd hans velkomin til Íslands og sagði það ánægjulegt að fagna 40 ára stjórnmálasambandi Íslands og Kína með þessari heimsókn. Á þessum fundi mörkum við vonandi enn nýja braut og sköpum ný tækifæri með viðræðum okkar og samningum sem verða undirritaði hér sem styðja enn frekar við það góða samstarf sem fyrir hendi. Wen sagðist vera mjög ánægður að koma til Íslands og þakkaði hlýjar móttökur. Hann sagðist flytja með sér vináttu kínversku þjóðarinnar og vonaðist til að heimsóknin muni styrkja samstarf þjóðanna. Að loknum fundi í Þjóðmenningarhúsinu átti ráðherrann fund með forseta Íslands á Bessastöðum. Á morgun munu ráðherrar síðan fylgja honum Þingvelli, Gullfoss og Geysi áður en heimsókn hans lýkur annað kvöld. Og eftir að heimsókn Wen Jiabao púað var á Jóhönnu Sigurðardóttir forsætisráðherra þegar hún mætti til hátíðakvöldverðar með forsætisráðherra Kína í Hörpu nú rétt fyrir fréttir. Birgitta Jónsdóttir þingmaður hreyfingarinnar hafði þar boðað til friðsamlegra mótmæla. Erla Hlynsdóttir. Örfáir félagar úr Falun Gong tóku sér stöðu á Arnarhóli í dag til að mótmæla ofríki kínverskra stjórnvalda. Mikill viðbúnaður var við Þjóðmenningarhúsið fyrir fund Wen Jiabao með Jóhönnu Sigurðardóttur. Þar voru bæði vopnaðir sérsveitamenn og aðrir vel útbúnir lögreglumenn sem gættu öryggis kínverska forsætisráðherrans. Fyrirfram var búist við því að meðlimir Falun Gong myndu mótmæla en meðlimir hreyfingarinnar komu saman til friðsamlegra mótmæla árið 2002 þegar þáverandi forseti Kína kom í opinbera heimsókn og var afar hart tekið á þeim þá. Ráðherrar ríkisstjórnarinnar mættu síðan til hátíðar kvöldverðar með Wen í Hörpu nú 6-leytið. Þar voru fyrir mótmælendur sem hlýtt höfðu boði Birgittu Jónsdóttur og voru þeir orðnir 100 þegar mest lét. Fyrst að okkur tókst ekki að fá að ræða þessa þingsályktun sem að þingmenn hreyfingarinnar lögðu fram í morgun aðför kínverska ríkisins af tíbesku þjóðinni, að þá fannst okkur kjörið tækifæri að sýna þessum gestum að það eru manneskjur á Íslandi sem eru kannski aðeins hugrakkari en Alþingi. Mótmælendur púuðu á Jóhönnu Sigurðardóttur þegar hún mætti. Mótmælendur hrópuðu einnig að Guðbjarti Hannessyni velferðarráðherra að ræða mannréttindi við Wen. Og meira þessu tengt, vilja yfirlýsing kísilmálmvinnslu og framleiðslu sólarrafhlana á Grundartanga var meðal 6 samninga sem undirritaðir voru í Þjóðmenningarhúsinu síðdegis í dag. Jóhanna Margrét segir frá. Fyrsti samningurinn sem var undirritaður var rammasamningur norðurslóðasamstarf sem hefur verið í undirbúningi síðan Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra heimsótti Kína árið 2010. Samningurinn grundvöllur frekari samstarfssamninga á einstökum sviðum norðurslóðamála. Þetta þýðir það að við munum stórauka okkar samvinnu varðandi rannsóknir á norðurslóðum. Íslenskir vísindamenn eiga til dæmis aðgang að rannsóknarskipum þeirra sem fara reglulega á norðurslóður til rannsókna. Varðandi Norður heimskautaráði segir Össur að það hafi alltaf legið fyrir að Íslendingar vilji hleypa fleirum að með áheyrnaraðild gegn ákveðnum skilyrðum sem verið að móta. Alltaf verið klárt að við lítum svo á að Kína sé eitt af þeim ríkjum sem á þar heima sem áheyrnaraðili.
Á fundinum undirrituðu einnig starfandi iðnaðarráðherra Guðbjartur Hannesson og forstjóri Blue Star, aðaleigandi Elkem í Noregi sem rekur járnblendiverksmiðjuna á Grundartanga, sameiginlega viljayfirlýsingu byggingu kísilmálmvinnslu allt að 65.000 tonn og framhaldsvinnslu og efni til framleiðslu sólarrafhlana allt að 12.000 tonn. Þessi fundur sem að við erum að ljúka mun alveg örugglega ýta undir fjárfestingar Kínverja á Íslandi. Við þurfum alþjóðlegar fjárfestingar meðal annars til að skapa störf, skapa aukin verðmæti og við sláum ekki hendin á móti því ef að útlendingar vilja koma svo fremur sem þeir hlíti íslenskum lögum og uppfylli öllu skilyrði sem að við setjum. Wen Jiabao, forsætisráðherra Kína, kom í opinbera heimsókn til Íslands laust fyrir hádegi í dag. Að því tilefni hafa verið undirritaðir nokkrir viðskiptasamningar milli landana. Wen snæðir kvöldverð í Hörpu í kvöld en þar eru mótmælendur frá Amnesty International og vinum Tíbets samankomnir. Og þar er Sveinn H. Guðmarsson, fréttamaður. Já, hann farin að þynnast aðeins hópurinn sýnist mér en þegar mest var voru 100 manns. Þetta hefur nú allt farið friðsælega fram, reynda var baulað á Jóhönnu Sigurðardóttur og fleiri ráðherra þegar þau gengu hérna inn í Hörpu. En Wen Jiabao fór inn bílakjallara þeim við skilst og komst því aldrei neitt návi við sjálfa mótmælendunar. En Wen hitti íslenska ráðamenn í dag og ræddi meðal annars við þá samstarf á sviði norðurslóðarannsókna og jarðhitarannsókna í þróunaríkjunum. Þá var viljayfirlýsing undirrituð samstarf og byggingu kísilmálmverksmiðju. Flugvél kínverska forsætisráðherrans lenti rétt fyrir hádegi á Keflavíkurflugvelli en auk ráðherrans var fjölmennt fylgdarlið borð, embættismenn, fjölmiðlamenn og fólk úr viðskiptalífinu. Tekið var á móti forsætisráðherra Kína með viðhöfn. Jóhanna Sigurðardóttir, forsætisráðherra, tók á móti kollega sínum og lúðrasveit lék þjóðsöngvana. Eftir að hafa heilsað upp á Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra og aðra úr fylgdarliði Jóhönnu, hélt Wen Jiabao til Reykjavíkur. Síðdegis hittust ráðherrarnir ásamt fylgdarliði sínu í þjóðmenningarhúsinu og eftir að hafa skipst á kurteisorðum ræddu þeir samstarf þjóðanna í klukkustund. Að fundinum loknum voru undirritaðir 6 samningar og samkomulög, meðal annars viljayfirlýsing íslenska ríkisins og kínverska fyrirtækisins Blue Star, eiganda Elkem sem á járnblendiverksmiðjuna á Grundartanga, byggingu kísilmálmvinnslu allt að 65.000 tonn og framhaldsvinnslu á efni til framleiðslu sólarrafhlaða allt að 12.000 tonn. Auk þess var skrifað undir samninga norðurslóðasamstarf og samkomulag jarðhitasamstarf í þróunaríkjum. Þetta mun verða eitt stærsta þróunarsamvinnu átak sem að við höfum ráðist í. Strax að þessum fundi loknum hélt forsætisráðherrann með fylgdarliði sínu til Bessastaða, þar sem fundað var með forseta Íslands. En það var alveg ljóst að þessi heimsókn er yfirlýsing það að kínversk stjórnvöld stefna að mjög náinni samvinnu við Ísland. Þeir hafa áhuga á fjárfestingu á Íslandi og þátttöku í að byggja upp íslenskt atvinnulíf. Þeir hafa áhuga á þátttöku íslenskra fyrirtækja, jarðhitafyrirtækja og annarra í þróun hreinnar orku í Kína. Á fundinum var líka rætt samvinnu á norðurslóðum en einnig mannréttindi í Kína. Ég hef alltaf rætt mannréttindi á fundum með forystumönnum Kína, allt frá því að Jiang Zemin forseti Kína kom hingað fyrir mörgum árum síðan og við rættum ítarlega mannréttindi hérna inn í þessu húsi. En ég tel að sé mikilvægt að við gerum það á uppbyggjandi hátt og mér finnst þessi niðurstaða sem hér var í dag að við getum hugsanlega komið á slíkri samvinnu milli íslenska fræðasamfélagsins, íslenska félagssamtaka lýðræði og mannréttindi og kínverskra aðila vera mjög merkileg vísbending og loforð frá manni sem eins og allir vita í forystu fyrir umbótum í Kína og sá sem einna helst hefur beitt sig fyrir breytingum á þeirra stjórnkerfi. Öryggisgæslan hefur verið töluverð í kringum þessa heimsókn og hafa vopnaðir sérsveitamenn meðal annars tekið þátt í henni. Embætti ríkislögreglustjóra segir hins vegar viðbúnaðinn hefðbundinn. Fyrsti viðkomustaður Wen Jiabao var Hótel Loftleiðir og þar var ljóst að menn voru við öllu búnir. Fjölmennt lögreglulið var þar við störf, reiðubúið til aðgerða ef á þurfti að halda og var greinilegt að hér vildu menn ekki að neitt kæmi fyrir sem ekki mátti koma fyrir. Við þjóðmenningarhúsið var einnig gríðarleg öryggisgæsla áður en fundurinn þar hófst. Járnhliðum sem menn kannast við úr búsáhaldabyltingunni var komið upp. Handan þeirra á Arnarhóli stóð síðan tugur mótmælenda frá Falun Gong sem hvatti Wen Jiabao til að sækja Jiang Zemin fyrrverandi forseta Kína og félaga hans til saka fyrir ofsóknir.
Mótmælendurnir voru á þannig stað að hæpið að forsætisráðherrann kínverski hafi séð þessi skilaboð. Í námunda við húsið voru svo tugir lögreglumanna, þar af sérsveitarmenn, sem ekki var hægt að sjá annað en væru vopnaðir. Laust eftir klukkan 3 var svo Hverfisgötunni lokað frá Klappastíg að Ingólfsstræti. Frekar óvanalegt að rétt upp úr klukkan 3 á föstudags síðdegi geti maður staðið hér einsamall og sprangað miðja Hverfisgötuna. Það stóð reyndar ekki lengi því 3:30 kom bílalestin með fulltrúum kínverskra stjórnvalda, öðru föruneti þeirra og svo enn fleiri lögreglumönnum. Ríkislögreglustjóri ber ábyrgð á öryggisgæslunni meðan á heimsókn Wens stendur. Fréttastofa spurði embættið hversu margir störfuðu við þessa gæslu, hvort hefðbundna öryggisgæslu væri að ræða og hvort óskir hefðu komið frá íslenskum eða kínverskum stjórnvöldum hvernig gæslunni yrði háttað. Embættið svaraði því aðeins til að hefðbundna öryggisgæslu væri að ræða, frekari upplýsingar væri ekki hægt að veita.